Þá lítum við á annars stigs deildarjöfnur og þetta í kafla 2. Annars stigs venjulegar deildarjöfnur. Og við byrjum á því að rifja upp þetta sem við vitum. Við þekkjum sem sagt annars stigs venjulegar deildarjöfnur. Þær voru línulegar og óhliðraðar. Formið að þeim var svona og með föstum stöðlum, já. Það var A í tvímert plus B í mert plus C í jafnt og 0. Þetta kölluðu stundum hröðun, þetta er hrað á staðsetning og staðsetning er sem sagt lausnarfallið sem við erum að leita að. Stundum er þetta túlkað þannig að þetta er einhver fasti sem stendur við hröðunina, massi þá. Þetta er einhver fasti sem á við hraða og C er kannski einhver gormfasti og þetta er þá kraftajafna sem er í jafnvægi. Og til þess að leysa þessa deildarjöfnu þá var nú, þetta ágiskun sem að reyndar tókst og sást að margt annað verið prófað fyrst. Prófa sem lausn í jafnt og E í veldinu einhver fasti R sinnum X að því við lítum á epsilon sem alla X. Er þetta að finna þetta R? Og ef við prófum þetta þá fáum við náttúrulega afleiðu sem er R sinnum E í veldinu Rx og aðra afleiðu sem er R í öðru E í veldinu Rx. Þetta setjum við síðan inn í deildarjöfnuna til þess að tóa hvort að þetta fall epsilon uppfyllir deildarjöfnuna og ef hún gerir það þá er hún laust, segjum við. Og setjum inn og þá fáum við A R í öðru E í veldinu Rx plus B R E í veldinu Rx plus C E í veldinu Rx. Þetta er 0. Við sjáum ekki tekið E í veldinu Rx út fyrir sviga og gerum það og svo getum við þetta sagt sem svo að við deilum í gegn en allt í lagi. Við bara spyrjum hvenær er þetta hérna 0? Já, þá notum við þessa 0 þáttareglu sem kölluð er. Þetta getur aldrei verið 0, þannig ef jafnan ára uppfyllt þá verður þetta, hér er að vera 0. Og hvernig hefur að líta á þetta? Við erum með A, B og C sem eru gefnar stærðir, fastar rauntölur. Þannig að við skulum hugsa þetta sem R-ás hér er ykkur I-ás og A, R í öðru plus B plus C er þá jafna fleipúa og þeir geta verið svona og skera þér R-ás sem tvisvar. Hann getur verið þannig að hann snertar aldrei og skeri einu sinni svona. Þetta þegar hann sker tvisvar er kallað tilvik 1, einu sinni er kallað tilvik 2 og aldrei er kallað tilvik 3. Og við leysum því þessa jöfnu hér A R í öðru plus B R plus C jafnt og 0 og það er ekki erfitt. Við segjum bara R er mínus B plus mínus B í öðru mínus 4AC deilt með 2A. A er ekki 0 því annars verðum við bara að leysa fyrstu deildarjöfnu. Og svo setjum við D oft í staðan fyrir B í öðru mínus 4AC. Og reyndar er þægilegt að skilgreina mí sem mínus B á móti 2A og delta er rótin af D deilt með tölugildinu af A tvisvar sinnum. Þannig að delta er alltaf lengd, einhver spotti, mý, meira en svo naglið að punktur. Og
Þetta nú kannski aðra til þess að stytta ritmáli því að þá getur við skrifað R sem mi plus eða mínus delta. Og kannski R1 mi mínus delta og R2 mi plus delta. Og þá getum við aftur skrifa út hvað lausnin Upsilon var í veldinu Rx. En við sjáum núna að það eru tveir möguleikar og við vorum búin að gera þetta að ef við tökum línulega samantekt af þessum tveimur lausnum og keyrum hér inn, þá kemur aftur út 0. En það kannski ágætis tími komin til að rifja þetta upp. Við skulum sjá, við höfum í tilviki 1, þá höfum við 2 möguleika. Köllum það í 1. Það verður í veldinu R1x og í 2 í veldinu R2x. Svona. Og við fullir því að phi af x sem línuleg samantekt af þessum tveimur R1x plus C2 sem R2x. Að ef ég sting þessu inn, þá fæ ég 0. En ekki bara gera þetta í MATLAB. Þetta svona smá handavinna. Það vist að gera þetta. Phi merkt þetta hér. Phi merkt ætlaði að segja þetta hér. Þá fáum við R1 hérna og í veldinu R1x. Síðan þegar við deildum seinnileginn þá fáum við R2 sinnum C2 í veldinu R2x. Phi tvímerkt af x R1 í öðru í veldinu R2x plus R2 í öðru C2 í veldinu R2x. Við skulum þá ég bara stinga þessu bara inn. Ég stinga þessu bara inn. Sem sagt A phi x tvímerkt plus b phi einmerkt x inn til defna c phi af x. Nú verður bara að reikna og vona að koma út 0 til að sjá að þetta lausn. Og þá gerum við með það. Jafnt og set þetta inn. Nei. Set þetta inn. Fáum við A og R1 í öðru í veldinu R2x plus R2 í öðru C, það var C1 C2 í veldinu R2x plus B R1 C C1 í veldinu R2x plus R2 C2 í veldinu R2x R1 og eftir að laga villurnar R1 1 og 1 2 2 1 2 svona já og halda áfram C sinnum C1 í veldinu R1x plus C2 í veldinu R2x okkur í ósköpunum verður þetta 0 og sjá á best að veiða ég hefði að segja bara margkvæmt upp á svigum. Við höfum þá allavega A, R1 í öðru, C1 og hvað erum við oft með R1 af x? Getum við ekki tekið það allt saman? Við erum með þennan E-veldinu R1x og svo kemur aftur fyrir hér E-veldinu R1x og hérna E-veldinu R1x og við tökum stöðlana sem standa við E-veldinu R1x saman og spörum okkur
smá umskrift og þessi hérna A segi ég, R1 í öðru, C1, B, R1, C1, þannig að B, R1, C1, þannig að öðruvísi C, C1, hér stendur í veldinu R1, X. Við höfum ekki að taka þess meira út fyrir svika hér, hérna fyrsta. Og við getum tekið C1, 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 sett það bara hingað, C1. Og við nálgumst í litla stróklegrið, svona, og getur þessi farið. Og þessi. Og þessi. Þarna sjáum við hvað að gerast. Þetta samkvæmt R1 var 0 stöð, Playbones. Og þannig þetta hér 0. Og svo getum við tekið þetta saman líka C2, A R2 í öðru pluss B R2 pluss C sinnum í veldinu R2X og R2 var hin 0 stöðin, svona. Þannig að þetta 0. Þá þetta komið. Þetta C1 sinnum 0 sinnum í veldinu R1X pluss C2 0 sinnum í veldinu R2X sem 0 pluss 0 og það 0. Og þetta þýðir þá að í tilvikinu þegar D stærri 0 og R1, R2 eru 0 stöðvar A er í öðru pluss B er pluss C eða við getum líka sagt bara rætur jöfnunar A er í öðru pluss B er pluss C jafnt og 0 að þá fæst að lausnarfallið phi af x jafnt og maður nota mið í veldinu mi var bara mínus b delta 2a pluss delta sinnum x, þetta kemur þá í staði fyrir r 2 og eitthvað fasti og svo hér sé 2 í veldinu mi mínus delta x mi mínus delta kemur þá í staði fyrir r1 og þá getum við tekið í veldinu mi x út fyrir sviga fáum í veldinu mi x eftir inn í sviganum stendur c1 sem í veldinu delta x pluss c2 sem í veldinu mínus delta x og skrifa þetta bara aftur, það sést ekki mi mínus b deilt með 2a og í flerbúafræðunum var þetta samhverfuásinn og d rótin af litla d á móti tölugildinu af 2a tvistur másur sem kom út fyrir tölugildi og í fræðunum flerbúafræðunum þá þetta var og skuldbúndatinn þá var mi hér í miðjunni ef maður fer pluss delta hingað þá kemur maður í 0 stöð ef maður fer mínus delta hingað þá kemur maður í 0 stöð kannski lága hann svona og þá höfum við formúlu fyrir lausn af annars stigs venjulegri, línulegri deildujöfnu og hliðræðri með föstum stuðlum ramsi þessu nú öllu út 2 þá vorum við tilfækkið d 0
Það myndi þýða það að þessi punktar hérna að renna saman í einn. Það engin fjarlægð á milli þeirra og til þess að gera langa sögu stutta þá verður lausnaformúlan phi, skrifa fyrst hérna, a í tvímert pluss b í mert pluss c í jafnt og 0 hefur lausn phi af x jafnt og í veldinu mi x sinnum og fasti 1 pluss c x. Þetta alltaf mi sinnum lína. Svo þegar við erum búin að skoða Wronski ákveður seinna í námskeiðinu, já, eða á eftir, að þá fáum við loksins almennilegan rökstuðning á því hvernig okkur gat dottið í hug að prófa þessa lausn. En 3 svona næstu því beint á augum, þriðji liðurinn þegar d minni 0. Og ef að d minni 0 þá þetta orðið mínustala og þá tökum við -1 undir rót og þá höfum við að delta í sinnum og rótin af tölugildinu af d á móti tölugildinu af 2a. Kannski huggulegt einhvern veginn að skrifa þetta svona, það í hérna og svo kemur hér d á móti 2a, svona. Það sem málið varðar að d fimmtala, ég ætti kannski ekki skrifa þetta öðruvísi. Í staðinn fyrir delta þá fæ ég í delta, svona. Þetta hérna nefnilega deltan eins og við skilgreindum hana, vortið og hvernig verður þá fleiðboginn? Vondi slíkt að spá nema hvað hann sker ekki og strangt í tekið þurfum við að fara upp úr planinu vegna þess að það sem í gerir það hleypur með delta hotrétt á það sem það lá, þess að þetta reisir lóðlínu á delta eins og hún lá og ekki kemst hún hérna á í-ásinn því það allt í rauntölum, þannig hún kemst bara einhvern veginn upp. En þetta svona bara til þess að gera sér einhverja rúmfræðilega sýn. En við fáum þá að phi af x okkur fasti, C1 sem í veldinu mi pluss í delta og x og svo C2 í veldinu mi mínus í delta x og þetta rauninni komið. En oft vilja menn skrifa þetta sem kósinusa og sínusa og C1 og C2 finna menn jú út frá upphafsskilyrðum og þau verða þá ekkert að líta svona út. Það gefið til dæmis að y í x0 sé einhver tala og síðan þurfum við að hraðan líka. Y mert í x0 einhver önnur tala, y0 mert. Nú, ef við reiknum okkur að kósinusum og sínusum, þá erum við bara búin að því. Þá fara jafnamerki hingað og við fáum C1 í veldinu mi x sinnum veldinu í delta x pluss C2 í veldinu mi x sinnum veldinu mínus í delta x. Tökum mi x út fyrir sviga í veldinu mi x og eftir stendur C1 í veldinu í delta x
pluss C2 yfirveldinu mínus I delta X. Svona svo notum við aljöfnu Euler's og hún segir að yfirveldinu I þeta cos þeta pluss I sin þeta og þá fáum við yfirveldinu mix og hér fáum við C1 og hérna fáum við cos delta X pluss I sin delta X og pluss C2 cos delta X mínus en það náttúrulega stranglega tekið þetta sko cosinus af mínus I delta en að því að cosinusin jafnstætt fall þá hafa cosinus af mínus delta X sama cosinus af delta X og sinus af mínus I delta að því að sinusin oddstætt fall þá kemur mínusin út fyrir og við tökum hann hingað út fyrir sinus fáum I sin delta X svigi lokast og hinn svigi lokast og við skulum taka aðeins fleiri skref þetta þá C1 pluss C2 það eru stöðlarnir sem standa við cos delta X pluss I C1 C1 mínus C2 sin delta X og en við vitum frá fyrir reynslu að þetta hér má skrifa sem A cos delta X pluss B sin delta X svona og sambandið á milli A og B og C og C1 við sjáum náttúrulega hvað A-ið þetta og B þetta hér og það sem ég ætla að klára að segja að A og B rauntalafastar þannig að þetta hér rauntölur og sambandið verður þá að vera þannig að hérna var C1 og C2 verður að vera saman okkar tveimtölur og C2 A pluss I B upp með tveimur og C1 C2 samoka eða ef við skrifum það bara út það þá A mínus I B deilt með tveimur og af hverju segjum við að C1 pluss C2 sé rauntala getum bara tekið C1 og C2 þetta tvinntölurnar og ef að C2 liggur kannski svona og þá C2 liggur svona og C1 þetta samankonin, speglun hér x-ásin og svo leggjast tvinntölur saman eins og virar þannig að það eru jafnlangar og liggja undir hornin sem samkvæmt x-ásin þegar þetta er þeta þá er þetta mínus þeta svoleiðis að ef við leggjum það saman þá fáum við hérna rauntölu þess að þverliðirnir liðast burt þannig að C1 pluss C2 rauntala en þessi hér C1 mínus C2 hún verður eiginlega að vera hrein þvertala eins og sagt það sé að liggja á þessum ás I, C en þetta ekki I, C heldur IR og þessi liggur á og við getum bara að prófa þetta hérna C1 og hér C2 sem þetta C1
þetta er C2 og mínus C2 er það gagnstefna og svo þegar við leggjum saman þessa tvo vera þá einmitt verður summan hér á þverásnum. Svoleiðis að þessi hérna tala er hrein þvertala. Hún hefur engan raunhluta. Hún er eitthvað á forminu í sinnum eitthvað. Og svo er hún margföldu með í og þá fá í sem er mínus 1 og það er nákvæmlega b, það er þá rauntala. Síðan í næsta fyrirlestri þá flækjast málin aðeins vegna þess að við þurfum að skoða jöfnur þar sem að reyndar við byrjum á því að deili gegn með a allt í lagi. Þá verða mónískar eða sem sagt hreinsu við forustu stöðlin, gerum hana einum. Það eru staðlaðar. En í staðinn fyrir í, í staðinn fyrir b og c koma föll. Þannig að næsta skref er einhvern veginn að rannsaka svona eitthvað. Fall hér, það kallast stöðlafall, px við í mert og í staðinn fyrir c þá hafa við að q, ég veit eins og í bókinni, í og svo hérna hægra megin er ekki endilega 0, heldur hérna líka eitthvað fall. Og þessi föll hérna, P, Q og F, þau verður að vera samfelld. Við fáum aðra tegund af deildijöfnum fyrir ósamfelldni en þau verður að vera samfelld. Og lausnin y sem falla af x er skilgreind á einhverju bili þar sem þessi hérna eru öll skilgreind og bilið þarf að vera opið af því það er nóg, það getur lokast en það er nóg að það sé opið svo að því að það getur víst við komast út í jaðarinn. Og þetta þurfum við síðan að leysa og það sem maður gerir er að reyna að sjá hvað gerist fyrst ef að þetta er 0 og þess vegna fórum við aftur í gegn þessa grunnhugmynd sem að þessi hérna byggir á. Séum þetta gott.